Þá er komið að 6. lið á dagskrá verkefni ríkisins innan sveitarfélagsins og ég ætla að biðja bara fórsetum að taka við stjórnin og gefa mér orðið. Til málstíkur hinn brósmilda Halla Björk Einarsdóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér fannst þið hæfi að svona rétt fyrir kosningar að við færum kannski yfir svona helstu verkefni sem að snúa að ríkinu innan sveitarfélagsins og þess samstarf sem að við eigum í mjög miklu mæli bæjarfulltrúar á hverjum tíma og hvað það getur tekið og verið bara kannski stór hluti af okkar vinnu. Það er að bæða ræða við, að halda uppi vörnum fyrir samfélagið og að vera svona útvörður alls konar starfsemi. Við erum auðvitað að þjónusta fólkið okkar hér í bænum sem og ríkið og það skiptir rosalega miklu máli að þau standi sér vel í sínum verkefnum. Og við gerum þetta auðvitað í samvinnu við þingmenn á hverjum tíma og það samtala er allt saman alveg ágætt og eins við ráðherra á hverjum tíma en ég ætla aðeins að bara renna stuttlega yfir og hefst þá svona smá yfirferð. En þegar við ræðum verkefni ríkisins á Akureyri, þá erum við ekki bara að ræða framkvæmdir, þó að þær séu þær sem að vekja mesta athygli. Við erum ekki bara að tala fermetra útboð, bílastæði, flugbrautir eða lóðir. Við erum að tala það hvernig samfélag við ætlum að byggja upp á Akureyri og hvaða hlutverki bærinn á að gegna fyrir Norðurland allt, við sem svæðisborg. Akureyri er ekki venjulegt sveitarfélag þegar kemur opinberri þjónustu. Við erum þjónustukjarni, menntakjarni, heilbrigðiskjarni, samgöngukjarni fyrir stóran landshluta. Þess vegna skiptir máli að ríki horfi á verkefni hér sem staðbundin horfi ekki á þau sem staðbundi gæluverkefni, heldur sem grunn innviði fyrir allt Norðurland. Við þjónustum mjög stórt svæði. Við sjáum núna nokkur stór verkefni sem geta breytt miklu fyrir bæinn okkar ef þeim verður fylgt eftir að festu. Og þau hafa verið mörg hver lengi í bígerð. Fyrst vil ég nefna nýtt hjúkrunarheimili við Þursaholt. Það er nú ekki lengra síðan en svo en 2018, þá heldum við að þetta væri bara fyrsta skóflustungan væri að verða að veruleika. Það verkefni er mjög brýnt. Það er brýnt vegna þess að eldra fólk á Akureyri á rétt á öruggri þjónustu en líka vegna þess að öldrunarþjónusta snertir svo mörg önnur kerfi. Hún snertir heimahjúkrun, stuðningsþjónustu, sjúkrahúsið, heilsugæsluna, aðstandendur og félagslega þjónustu bæjarins. Þarna má enginn falla á milli kerfa. Það er ekki nóg að ríki byggi hjúkrunarheimili og bærin sinni sínu í sitt hvoru lagi. Þessi kerfi verða að tala saman og það er skemmst frá það að segja að þetta er minnast Akureyrar módelsins fræga þegar þetta var meira og minna alltaf á hendi bæjarins, þessi þjónusta og allir unnu þétt saman. Það var síðan tekið í sundur og langt mál að segja frá því. En við erum auðvitað alltaf í þessu að reyna að koma þessu samtali saman þó þetta sé ekki undir einum hatti. Þessi kerfi þurfa að vinna eins og ein þjónustukeðja því fólkið sem þarf þjónustuna upplifir ekki líf sitt í kössum eftir því hvort ábyrgðin liggur hjá ríki eða sveitarfélagi. Við eigum að fagna því að Þursaholtsverkefni sé komið í útboðsferli. En við eigum líka að vera mjög skýr af því að útboð, við könnumst nú við það er nokkur sem búið að fara í útboð og svo kemur enginn að málinu og svo dagar það uppi og tekur nokkur ár. Það er nefnilega ekki það sama að fara í útboð og taka rými í notkun. Það þarf að kalla eftir næstu skrefum, tímasetningum, ábyrgðaraðilum og skýri sýn á hvernig reksturinn tengist velferðarþjónustu bæjarins, sjúkrahúsin, Akureyri og heilsugæslu. Sama á við stækkun sjúkrahússins á Akureyri. Þetta er eitt stærsta og mikilvægasta ríkisverkefnið hér í bæ. Ný legudeildarbygging, bætt aðstæði fyrir geðþjónustu, dag- og göngudeildur og endurbætt aðkoma að sjúkrahúsinu er ekki bara húsnæðismál. Þetta er spurning heilsuöryggi Norðlendinga. Sakar ekki bara sjúkrahús Akureyringa, það er burðarstoð, heilbrigðisþjónustu fyrir stóran landshluta.
Þess vegna skiptir það máli að þetta verkefni gangi ekki í skorpum, stopp ekki í næsta fjárveitingarferli og verði ekki sífellt háð óvissu. Það raunhæfa áætlun frá fyrsta jarðvinnu áfanga sem nú reyndar að fara á stað og alla leið að fullbúinni þjónustu. Við skulum líka ræða heilsugæsluna af hreinskilni. Nýja heilsugæslan í Sunnuhlíð hefur verið mikil lyftistöng og þar hefur aðstæðan batnað verulega. Við vorum öll alveg svakalega glöð þegar hún tók til starfa og þjónustan batnaði mjög hratt, mér fannst og allir tala það. Ég heyri það hins vegar núna að það að koma eitthvað bakslag í það. En við vitum, önnur heilsugæslustöð í bænum má ekki þess vegna í mínum huga alveg hverfa út af borðinu, en það var hún svo sem sett bara á einhvers konar ís eða það var talað einhver 5 ár. Þetta verður verkefni næstu bæjarstjórnar að kalla eftir því hvernig eigi að plana til framtíðar og hvar eigi að finna þessari heilsugæslustöð stað. Við vorum mjög snögg í skipulagssviðinu og bara við sem bæjarstjórn að afgreiða hratt og örugglega það sem að ríkinu datt í hug á hverjum tíma. En það endaði með að hún var ekki að veruleika eins og áður sagði. Ef að heilsugæslan verður veikburða þá eykst að sjálfsögðu álagi á sjúkrahúsið. Ef hún er sterk, batna þjónusta við fjölskyldur, eldra fólk, börn og fólk með langvinna sjúkdóma. Svo er það verkmenntaskólinn á Akureyri. Stækkun VFMA er gríðarlega mikilvæg. Við tölum oft skort á viðmenntun við fólki, skort á fagfólki, skort á fólki í byggingariðnaði, vélgarinnum, rafiðnaði, tæknu og framleiðslu. En það er ekki að nóg að tala skortin, við þurfum að byggja aðstöðina sem gerir ungu fólki og fullorðum kleift að mennta sig til þessara starfa. Stækkun VFMA er því ekki bara skólaframkvæmd, hún er atvinnustefna, hún er byggðastefna. Hún er svar við raunverulegri þörf atvinnulífsins á Norðurlandi. Þar þarf ríkið, Akureyri og sveitarfélögin við Eyjafjörð að standa áfram á að þrýsta á eða vinna saman öllu heldur að verkefni fari úr undirbúningi í framkvæmdir. Það má ekki festast í fallegu samkomulagi án tímasettrar framkvæmdar áætlunar. Svo getum við kannski alveg líka rætt það að við vorum náttúrulega hissa og þetta má vera meira samtal áður en að þetta er sett á dagskrá. Þess að við höfum sveitarfélagi á sín tíma ekki sett þetta einu sinni inn í fjárhagsáætlanir þegar kom vilji frá ríkinu og við hlupum hratt og settum þetta inn í okkar áætlanir. Akureyrarflugvöllur er síðan eitt skýrasta dæmi verkefni sem hefur áhrif langt út fyrir bæjarmörkin. Flugvöllurinn snýst ferðaþjónustu, það snýst líka heilbrigðisþjónustu, sjúkraflug, atvinnulíf, aðgengi landsbyggðarinnar heiminum og viðnámsþrótt þjóðarinnar þegar aðrir flugvöllir glíma við álag eða veður. Við höfum séð mikla uppbyggingu á flugvöllunum en verkefninu er ekki lokið. Aðflugsljós, öruggir aðflugsferlar, tæknilegir innviðir, tengingar almenningssamgangna og lóðauppbygging við flugvöllin skipta öll máli. Við höfum að vera skýr í þeim skilaboðum að Akureyrarflugvöllur á að vera raunveruleg gátt inn til landsins. Ekki hálfklára hugmynd. Það hefur nefnilega lengi verið talað að opna nýja gátt. Það hefur ýmislegt verið gert en það þarf að halda stöðugt áfram. Það eru líka fleiri verkefni sem við mögum ekki missa sjónar á. Stúdentagarðar við Norðurslóð tengjast Háskólanum á Akureyri og getur bæjarins til að laða að og halda í ungt fólk. Þar vorum við að samþykkja stoppframlög fyrir tölverðuna fjölda af íbúðum. Samgöngu til Hríseyjar og Grímseyjar eru jaðarmál. Þær eru lífæð byggða. Þjóðvegur 1, Öxnadalsheiði, öryggi á stofnvegum, Tryggvabraut, Glerárgata, hafnir og sjóvarnir, allt verkefni sem snerta daglegt líf, atvinnuöryggi og framtíðarþróun bæjarins. Sameiginlegi þráðurinn í þessu öllu er kannski bara einfaldur, Akureyri er að vaxa og hlutverk Akureyrar er að stækka. Þá verða innviðir ríkisins að fylgja með. Við höfum ekki að biðja sérmeðferð, við höfum að krefjast eðlilegra meðferðar miðað við ábyrgðina sem Akureyrarbær ber fyrir heilan landshluta. Það þarf að vera í samræmi á milli þess sem ríkið segir með landsbyggðina og þess sem ríkið framkvæmir á Akureyri. Við getum kannski lagt áherslu á 3 atriði. Í fyrsta lagi þurfum við að skýra stöðumynd yfir öll helstu ríkisverkefni á Akureyri
þetta er einfalt að segja, erfitt að fá fram. Það er í hönnun, hvað er í útboði, hvað er fjármagnað og hvað vantar til að næsta skrif verði tekið. Við sem hefum setið fundi hérna og þú erum allmörg hér inni sem hefum setið fundi með ráðherrum og ráðuneytisfólki, að það er ekki alltaf skýrt og það tali ekki alltaf saman þessar bygging eða þessi síló eða stofnanir sem við eigum í höfuðborgin okkar. Við þurfum kannski að koma upp og þú veist, og nú maður gæti einhver sagt, menn þú ert búin að vera hérna mjög lengi, okkur er þetta ekki allt sem að koma upp formlegu og reglulegu samtali við ráðuneytin og stofnanir ríkisins. Það hefur ekkert verið endanlega í boði, við höfum verið að kalla eftir fundum og við fáum oft bara hálftíma spjall og fljúum suður eða eftir atvikum núna þegar tæknin hefur hjálpað okkur að tekið tímsfundi. En allt er betur en ekkert og auðvitað kannski þarf að forfesta þetta betur og vera í þessu stöðuða samtali sem svæðisborgin og hinn borg landsins. Og með þá stöðu held ég að við séum sterkari heldur en við vorum kannski áður, en svo höfuðborgin hefur auðvitað bara verið mjög sterk og í miklu samtali við ríki á hverjum tíma. Svo þurfum við náttúrulega bara kannski þriðalega að horfa til verkefna sem ein heild, hjúkrunarheimili, sjúkrahúsi, heilsugæsla, MA, háskólinn, flugvöllurinn, háskólasamfélagið, samgöngu innviðir. Þetta eru ekki aðskildar eyjar, þetta er bara stoðir sem við þurfum á hér í samfélaginu. Við höfum auðvitað að fagna því sem er gott að gerast en við höfum líka að halda fast í eftirfylgninguna. Við höfum á hverjum tíma, ætla ég að leyfa mér að segja, verið mjög dugleg og við höfum ötulan bæjarstjóra líka sem hefur staðið vaktina með okkur. En betur má ef duga skal. Það eru ýmis verkefni sem að ganga auðvitað ekki nógu hratt og það eru auðvitað ekki boði finnst mér að verkefni eins og til dæmis hjúkrunarheimili sem er kannski svona skýrasta dæmi svona á síðustu árum, hvað það einhvern veginn bara lá niðri og er svo aftur tekið upp núna sem betur fyrr en alveg fleiri ár þá voru við búin að gera ýmislegt og heilsugæslan sömuleiðis. Þetta var bara svona sem ég nefni sem dæmi. En ég ætla svo sem ekki að hafa þetta lengra því ég vona að þið nenni að koma hérna og taka þátt í þessari umræðu verkefni ríkisins og sveitarfélags eða því það liggur ekkert alveg skýrt í huga fólks hvað er á okkar hendi og hvað er á hendi ríkisins. Enda krossast þetta mjög mikið og við erum alltaf að leita eftir aðstoð frá ríki með jafnvel okkar verkefni eins og bara Hlíðarfjall eða VFMI og þó að þá gangi kannski hægt og þau eru að leita eftir aðstoð frá okkur í þeirra verkefni og þar má bara kannski síðast nefna löggæslu myndavélar og eða drónar sem er náttúrulega kannski verkefni á hendi ríkisins en við höfum komið að. Þannig að þetta til að nefna eitthvað svona pingu lítið. Takk fyrir. Takk fyrir það. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttur kærlega fyrir bæði að setja þetta mál á dagskrá og þessa fínu yfirferð. Þetta er málefni sem að mér hefur oft verið alveg afskaplega hugleikið og það er svo margt sem ég myndi vilja segja við mig ef ég væri að byrja í bæjarstjórn núna. Þegar maður situr heima og þekkir kannski kerfin minna, allavega eins og ég gerði áður en að ég fór að taka þátt í sveitarstjórnarmálunum, þá er svo margt sérstaklega kannski sögulegt samhengi og að geta séð hvernig þróun hefur átt sér stað yfir áratugi, ekki bara eitt kjörtímabil. Mér langar að því að bæjarfulltrúi Halla Björk fór vel yfir flest mál, þá langar mig að fara yfir kannski aðalega það sem er mest talað allavega um mig og ég giska ykkur líka. Þegar að rætt er við íbúa núna sem eru margir hverjir að velta fyrir sér sveitarstjórnarkosningum, að það er eiginlega langflest af svona stærstu hjartansmálunum sem fólk eru ósátt við, eru málefni á hendur ríkisins. Að sjálfsögðu er alveg feikimargt sem að sveitarfélagi getur gert til að bæta sig og þróa og þroska, en þessi stærstu hjartansmál eru málefni ríkisins. Og þar eru hjúkrunarheimilin, eins og bæjarfulltrúi Halla nefndi,
kannski það sársaukafyllsta og það sem kannski ég upplifi hreinlega að bara okkur sem þjóð hafi mistekist. Okkur hafi mistekist að standa vörð eldri borgara, fólk sem þarf á vistun og hjúkrunarheimili að halda. Og maður spyr sig svo af hverju. Við erum einhvern veginn eigum að vera ríki og sveitafélög svona eins og í mínum huga, við erum einhvern veginn eigum að vera þjónar, fyrst og fremst þjónar almennings, ekki valdhafar, heldur hægri og vinstri hönd hins þjónandi arms, samt endur við allt of oft í einhverjum átökum, okkar á milli. En mér langar bara að rifja það upp fyrir okkur, af því ég held að sé hollt fyrir okkur að hafa það á bakvið eyrað, að varðandi hjúkrunarheimilin, að sko, biðtíma eftir hjúkrunarheimilin var á Íslandi lengstur á Norðurlandi í upphafi síðasta árs. Og þá ef við horfum líka til þess meðaltal sem hefur verið sett er að það markmið er að þegar að viðkomandi komið með færni og heilsumat, það hefur verið samþykkt, þá eigi ekki að líða meira en 90 dagar þá getur viðkomandi vera komin á hjúkrunarheimili. Og svo er sett eitthvað viðmiðum að það er að nást í 75% tilfella. Við á Norðurlandi erum fjærst þessu markmiði og er nú staðan víða báborin. Og þá fyrir maður að hugsa, að því að bæjarfulltrúi Hallabjörg til dæmis talaði hvað þetta er löng saga. Og þetta er svo hrikalega löng saga. Það var á síðustu öld, þar sem var verið að greina og skoða vandann. Á síðustu öld kemur fram í gögnum að það vantaði 100 hjúkrunarrýma. Hrunið að sjálfsögðu spilaði líka stóran þátt í því að svona taka þjóðina svolítið úr jafnvægi, en það er búið að búa til skýrslur, rannsóknir, stefnumótun, allt hefur verið staðfest, mannfjöldaþróun hefur sýnt okkur hvað er að gerast, fólk er að eldast og á árunum sko 2015 til 2005 þá eru ítrekað sett fram loforð uppbyggingu, setta fram áætlanir og það bara gerist síðan ekki neitt. Og ég hugsa þetta ekki bara út frá ríkisvaldinu, heldur út frá okkur sem hagsmunagæslu aðilum. Þegar við horfum í augun á bæjarbúum núna, þá líður mér oftast eins og þetta ákall ekki bara fundur og skýrslu, heldur líka bara að koma fram þegar að svona er komið með ofboðslega miklum þunga, hreinlega í fjölmiðlum og í opinberri umræðu og sýna að okkur er nóg boðið eins og þessu samfélagi er. Það er auðvitað bara mjög jákvætt að það er búið að ákveða að byggja þetta hjúkrunarheimili í Þursaholti og löngu tímabært. En þetta gerist heldur ekkert eitthvað á einhverjum ógnarhraða. Björtustu vonir eða síðustu tölu sem ég sá er að þetta hjúkrunarheimili geti verið tekið í notkun í lok árs 2028. Hvað á það að taka okkur marga áratugi að bregðast við? Því á sama tíma hefur fólk orðið aldrað og dáið og verið í alls konar aðstæðum bæði heima við en einmitt eins og bæjarfulltrúi Hallabjörg nefndi líka inn á sjúkrastofnunum í aðstæðum sem að langflestir vita að er ekki til bóta. Þetta er eiginlega alveg óbáðlegt og maður fer að hugsa öll hin málin. Hvernig getur bæjarstjórn verið meiri þáttakandi í opinberri umræðu sem málsvarar almennings á okkar svæði? Og aðeins örstutt í viðbótum eldri borgara, við heyrum líka ofboðslega mikið ákall bætta þjónustu við fólk með heilabilun og það er akkurat svona vettvangur þar sem er að mætast og sveitarfélög og ríki eiga til að rífast hvort það er heimaþjónusta eða hjúkrun, hvort þessi félagsþjónusta eða heilbrigðisþjónusta er nú eitt af algengustu þrætu eplum ríkis og sveitarfélaga og þarna upplifi ég í þessu að við öll, saman hvort við erum í bæjarstjórn eða ekki, við þurfum bara að berjast svolítið meira saman og við þurfum að láta heyra svolítið hærra í okkur. Ég vil líka í þessu samhengi aðeins nefna nýja vinnumstæði minn sjúkrahúsið á Akureyri, en það var upp úr liðnum aldamótum sem að þarf að fara að ræða húsnæði, viðhald og rekstrarumhverfi sjúkrahússins. Það má leiða líkum að ákvörðun uppbyggingu nýbyggingar við SAK komi í kjölfar ítrekkaðra ábendinga í úttektum Ríkisendurskoðunar á árunum 2011 til 2016. Þar sem bent er á veikleika í starfsemi, fjárvögnun og innviði. Núna er árið 2026
og útboði fyrsta áfanga fara á stað og auðvitað vonast maður til þess að verða hægt að taka þessa nýbyggingu í notkun eins fljótt og auðið er. Síðast heyrði ég lok árs 2028 en svona meðan við það sem ég hef séð að framkvæmda hraða þá hefur maður nú svona, fær maður nú smá svona efasemdir. Og allt þetta kerfi tekur svo ofboðslega langan tíma, þetta svo þungt og þarna eru við mögulega að einhverju leyti að þvælast fyrir. En allavega bæjarfulltrúi Halla nefndi alla þessa hagsmuni, þess til viðbótar má auðvitað nefna eins og menningarsamning, styttingu leiða milli höfuðborgarsvæðis og Eyjafjarðar. Það auðvitað, það skiptir máli að halda uppi verðmætasköpun, alþjóðlegu flugvellinum, flugþróunarsjóði, halda á lofti sér hagsmunum landsbyggðarna. Það ekkert alveg það sama að vera til dæmis í rekstri ferðaþjónustu út á landi og höfuðborgarsvæðinu. Og mér finnst það persónulega að það megi alveg horfa á það samhengi þegar teknar eru ákvarðanir af hálfu ríkisvaldsins. Og aðeins varðandi Akureyrarmódelið örstutt af því að það hefur nú aðeins komið til umræðu núna. Akureyrarmódelið náttúrulega fyrst og fremst að norrænni fyrirmynd sem var innleitt ef ég man rétt 2009 á Akureyri sem snerist það að færa og var svona norræn hugmyndafræði að færa vald frá ríkinu í heimabyggð af því að fólk í heimabyggð væri betur til þess fallið að taka ákvörðun nærþjónustu. Sem hefur verið gert og víða gert í okkar svona nágranna þjóðum á Norðurlöndunum sem við viljum oft bera okkur saman við og lítum oft til. Hins vegar þetta fjármögnun þeirra sveitarfélaga með svolítið öðrum hætti heldur en okkar. Ég ennþá sannfærð að það væri betra að hafa stjórnina hjá okkur en þetta gríðarlega vantraust sem á milli ríkis og sveitarfélaga og síðan kannski fyrirkomulag fjárveitingana hefur gert ákveðin ómöguleika þarna. Sem að meðal annars hefur komið niður á samþættingu heimahjúkrunar og heimaþjónustu. En ef það eitthvað svona eitt sem ég myndi óska þess að við náum öll að standa saman að þá það að gera allt sem í okkur valdi stendur til þess að standa með heilbrigðisþjónustu og ekki síst heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða, heilbrigðisþjónustu fyrir veika. Þetta algjört forgangsmál. Auðvitað eigum við að halda áfram í öðrum verkefnum en við munum ekki byggja upp samfélag sem býr til verðmæti, býr til fjármuni, býr til vellíðan, býr til farsæld, býr til hamingju ef þetta ekki í lagi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jana Salome Ingiberga Jósefsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það nú kannski, og ég vil þakka fyrst, þakka bæjarfulltrúa Höllu fyrir að hefja máls á þessu og þakka fyrir fína yfirferð. Það kannski ekki miklu við þetta bæta verkefni ríkisins innan sveitarfélaga og bæjarfulltrúar Halla og Hilda hafa farið vel yfir þær áskoranir sem við erum að mæta í dag. Ég get tekið heilsögur undir það að við eigum að þjóna íbúum sveitarfélagsins, hvort sem við sem bæjarfulltrúar og svo þar ríkið auðvitað þjóna íbúum landsins alls. Við eigum í þessu virka samtali við ríkið og okkur finnst oft ekki hlustað á okkur eða komið til móts við okkar óskir. Nú í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga höfum við öll tekið ýmis samtöl út í samfélaginu og ég hef helst verið að einblína á velferðarmál. Þjónustu við einstaklinga, börn og fullorðna sem einhvern veginn svona liggur á mörkum heilbrigðisþjónustu og velferðarþjónustu eða félagsþjónustu. Það eru ótrúlega margir einstaklingar í okkar samfélagi sem falla á milli kerfa út af einhvern veginn störukeppni ríkis og sveitarfélaga. Það kemur nákvæmlega inn á það sem bæjarfulltrúi Hilda kom inn á varðandi þjónustu við heilabilaða. Þetta kemur inn á geðheilbrigðismálin, málefni einhverfa, málefni fólks með fjölþættan vanda og málefni fólks með fíknivanda. Og ég hugsa oft hvernig getum við raunverulega bætt þetta samtal út frá þjónustu við fólk. Því að þegar að
hvorki ríkinni sveitarfélag grípur fólk og kerfin okkar grípa ekki fólk, þá það ekki bara í raun og veru einstaklingurinn sem undir, heldur sko, það oft bara heilu fjölskyldunar sem undir. Og þegar til lengri tíma litið, þá að því að okkur í þessu samtali tamt að tala krónur og aura, að þá hlýtur þetta að kosta töluvert miklu meira til lengri tíma litið því að það eru svo margir á bakvið einn einstakling og fólk verður óvinnufært og svo framvegis vegna þessara endalausu baráttu við kerfið. Farsældarlögin sem að við erum á fullu að innleiða núna eru að mínu mati ótrúlega gott dæmi hvernig við getum unnið saman, ríki og sveitarfélög til þess að grípa einstaklinga. Og ég held og vona að innleiðingin á þeim veri farsæl, en ég held að við séum allavega að sjá góð teikn það að við erum að takast á við verkefnin saman og ég held og vona að við getum litið til þess í fleiri málaflokkum en farsæld barna, hvernig við getum unnið saman að því að koma í veg fyrir að fyrst að fólk sé að þá komið í annars og þriðja stigs þjónustu í stað þess að við grípum málefnin á fyrsta stiginu og eins að koma í veg fyrir að fólk falli á milli kerfa. Ég held að þetta sé einhvern veginn verkefni sem við þurfum að leysa í dag, leysa þetta samtal svo íbúar upplifu sig ekki afskipta eða stærð í samfélaginu sem skiptir ekki máli og við þurfum einhvern veginn öll að taka á honum stóra okkar til þess að hafa þessi samskipti góð. Sveitarfélögin þurfa að fá aukið fjármagn frá ríkinu til hina ýmsu verkefna. Það hefur þokast á undanförnum árum en það einhvern veginn ekki nóg og við verðum að ná að eiga þetta samtal af virðingu og skilningi hinn misjöfnu hlutverk okkar, þó svo í grunninn sé hlutverki alltaf að þjónusta íbúan okkar. En ég læt þetta duga í bili. Takk. Það bæjarfulltrúi Jana Salma Ingiberga Jósefsdóttir lokið máli sinni. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúa, langar að þakka bæjarfulltrúa Höllu fyrir að hefja þessa mikilvægu umræðu og langar bara leið að nýta tækifæri ef þetta hennar mögulega síðast í bæjarstjórnafundur að þakka fyrir frábært samstarf. En ég hjó eftir því að bæjarfulltrúa Höllu að tala að við varum ekki að biðja sér meðferð en þá fór ég líka að velta fyrir mér en mögulega þurfum við að gera það ef við ætlum að búa út á landsbyggðunum, ef við ætlum að búa við eitthvað mótvægi við höfuðborgarsvæðið, ef einhver alvara í að byggja upp einhver annan kjarna en suðvesturhornið, þá mögulega þurfum við bara smá sérmeðferð, en leiðilegt að segja það. En varðandi Akureyrarmódelið, það gladdi mig bara að sjá grein eftir minn frábæra fyrrum heimilislækni í gær, þar sem hann var að tala Akureyrarmódelið og eitthvað sem við í Framsókn höfum líka talað sérstaklega og alveg fengið að heyra það pínu að við séum að setja það í efstu forgang hjá okkur varðandi málefni aldrara, einhver samþætting á þjónustu og eitthvað svoleiðis en ekki einhver félagsaðstæða hreyfinga eða eitthvað svoleiðis sem oft háarara. En þetta finnst mér bara skipta alveg gríðarlega miklu máli. Og Reykjavíkurborg til dæmis rekur saman heimaaðhlynningu og heimaþjónustu og heimahjúkrun. Af hverju ósköpunum getur við það ekki? Og ég held að þetta verður bara stóra verkefni á næsta kjörtímabili að fara að vinna að þess að samþætta þetta miklu betur og við verðum bara að skipta okkur meira að aðstæðum aldrara og þó að við höfum skilað hlíð þá þetta ennþá okkar íbúar. Þetta gamla fólki okkar og nú bara aldurssamsetning að breytast og það verða færri einstaklingar á bak við hvern eldri borgara. Þannig að við sem kerfi þurfum að fara að grípa fleiri
og passa að þeir falli ekki einhvers staðar bara í gleymsku og þess vegna hefði ég klárlega vilja endurvekja heilsueflandi heimsóknir og mér er alveg saman hvort þessi við að HSN sem gerum að við eigum að hafa þetta. Því það er ekki allir sem hafa málsvara til að berjast fyrir þjónustu eða vita bara hvar á að sækja hana. Að séu 2 umsóknareyðublöð fyrir heima aðhlynning og heima hjúkrun er ekki nógu gott. Við eigum bara að hafa þetta á einum stað. Og ég heyri bara að það vilji hjá öllum að fara í þetta verkefni. En við pólitíkinu verðum bara að styðja það. En ég ætla ekki að fara að telja upp öll hinn verkefnin, hefur held ég flest öll komin og ánað að bæjarfulltrúi Jana koma að farsæld barna. Af því ég heyri þreytu í skólasamfélaginu gagnvart þessu gríðarlega verkefni sem er langhlaup og við erum búin að setja fullt af peningum í þetta og það sem að kannski helst steytir á er hlutverk ríkisins í því sem er þá alveg glata. Og það er geðlæknar til að skrifa upp á lyf, greiningar og svo fleira. Þannig við þurfum að berjast fyrir þessu áfram. En takk fyrir bara frábæra umræðu og örugglega margir sem verður hissa þegar þeir fara í þetta starf bæjarfulltrúa að þetta er síðan aðalmálið. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sjannalín Jóhannsdóttir lokið málsins. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að þakka bæjarfulltrúi Höllu að vekja athygli á þessu máli og ég held að komi nú allt skýrt fram í bókunum okkur á eftir hvað við erum að ræða um. Hagsmunagæsla, þetta orðið svolítið svona tísku orð í kosningabaráttunni og ætti að segja það og maður var að lesa síðast grein í dag að við höfum aldeilis ekki staðið okkur verið meirihlutin í hagsmunagæslu. Ég vil meina að öll bæjarstjórnin hafi nú staðið sig vel í þessu sameinaða verkefni í hagsmunagæslu og nefni hér atriði sem múið gera á kjörtímabilinu. Var þetta til dæmis Akureyrarflugvöll, ég veit ekki hversu oft við erum búin að ræða hann hér með markastofu og fleirum og ræða framtíð og hrósa millilandafluginu, veit ekki hvað og hvað, búin að gera það í ótrúlandi skipti. Sjúkrahús á Akureyri erum við búin að fá hér forstjóra og fleiri á fund og ræða vandamál og til dæmis breytti við leikskólareglum og allt með allskins ákall sem ég myndi telja hún góð hagsmunagæsla. Við erum búin að ræða við rektor í háskólum á Akureyri ýmis vandamál sem átt að breyta sameiningur og fleira. Þannig að ég verð bara að segja það að segja að við höfum ekki stáð okkur vel í hagsmunagæslu fyrir Akureyrarbæjar finnst mér náttúrulega bara eiginlega með ólíkindum að lesa og fólk sé að nota þetta í kosningabaráttunum sinni út af því að við vitum það best hér inni að við höfum sitið örugglega hátt í 100 fundi og ég ætla að gera það sama og bæjarfulltrúa Halla og hrósa bæjarstjórunum okkar fyrir gríðarlega góða hagsmunagæslu með ítök í okkar alla ráðherra í öll okkar helstu vandamál. Ef það sé eitthvað vandamál út í eyju til dæmis þá er bara hringt og kvartað og það tekið verið hér í bæjaráði, jafnvel bæjarstjórn. Þannig að þessi 4 ár, þetta er alveg rétt, þetta mun halda áfram þessi barátta í hagsmunagæslunni. Kannski þurfa að vera aðeins grimmari. Þetta er samt svona viss lína sem það þarf að fara. Þú ert að vinna með ríkinu, þetta á að vera gott samstarf, átt að vera það frekur að þú farið ekkert í staðinn. Þetta er viss lína, svo þetta þarf að vera samstarf, ríkis og sveitarfélaga. Þannig mér finnst það bara að ganga vel. Örugglega alltaf hægt að gera eitthvað betur, en ég ætla bara að hrósa hér bæjarstjórn Akureyrar fyrir afar góða hagsmunagæslu á þessu kjörtímabili. Takk. Það er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið málsins orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Ég átti tal við embættismann hér á dögunum sem hældi bæjarstjórn Akureyrar fyrir hvað hún væri snögg til verka og ég spurði, er það nú alltaf? Já, miðað við hvernig ríkið kemur hér fram að þá verði leiftur snögg. Þetta náttúrulega leiddi hugan að til dæmis í máli sem var hér einn af fyrsta dagskrá þegar ég
var að byrja, það var þetta hjúkrunarheimili sem við vildum byggja þessum okkar út í þorpi einhver staðar og er núna komið meðal Þursa að á sínum tíma þá var allt klappað og klárt og það er ekki ennþá búið að taka skóflustungu þó rekkum við minni til að hér hafi komið ráðherra og ég held að hann hefði komið með skóflu með sér en svo reyndist það nú ekki vera. Annað, verkmenntaskólinn. Ég skil ekki alveg hvar strandar. Við erum Akureyrarbær búin að samþykkja sinn hlut. Það er búið að teikna. Meira þess að segja ráðherrar að framkvæmdin sé full fjármögnuð. Og ég bara, er nema að vona manni verði orða vant. Hvað ákveður strandar þá? Hvað getur mögulega komið í veg fyrir það að sé löngu búið að taka þessa skóflustungu og reyndar byrjað að byggja við skólan? Ég átta mig hreinlega ekkert á því. Þurfum við virkilega að gera eins og ríkisstjórn okkar gerði, ráða svona einhvern baktjaldamakkara sem var reyndar ráðinn í Washington en við getum ráðið annan og setta niður í Reykjavík. Er eitthvað þannig sem þarf að gerast eða eitthvað? Ég vildi bara vekja athygli á þessum tveimur verkefnum sem eiga bæði að vera farin af stað fyrir einhverjum árum en eru það ekki og ég skil ekki af hverju það er. Þið sem verðið hér áfram við þessi borð, það verður ykkar hlutverk að koma þessi framkvæmd og það duga engar afsakanir, þær eru bara hreinlega ekki til. Það er búið að samþykkja allt, það er búið að nýta alla þræði sem þarf til þessara tveggja verkefna svo ég einblíni nú bara á þau, samt gerist ekki neitt. Þetta er spurning sem við væntum svara við svona fljótlega upp úr sumarfríum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, lokið máli sinni, næst tekið til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held að sé nú að taka undir allt sem hér hefur verið sagt. Ég verð nú að koma að það, ég veist að þetta er gaman að því þegar bæjarfulltrúi Heimir er að skjóta á fjölda funda sem við höfum tekið. Finnst þér oft aldrei margir þegar það skýtur á þetta. En það er nú aukaðri. Sko, það sem við skipta samt mestu máli í þessari umræðu er hjúkrunarheimilin og sjúkrahúsið. Það er bara algjör forsenda þess að geta búið hér á Akureyri er að sjúkrahúsið okkar virki. Annars erum við bara í mjög slæmu málum. Og við vitum alveg að það eru erfiðleikar þar og það er eitthvað sem verður að bregðast við sem allra fyrst. Og í framhaldinu á því með þessi hjúkrunarheimili, maður heyrir svo mikið af fólki sem að þarf að vera á Sauðakrók, Siglufirði, ég veit ekki hvar og hvar, langt frá sínu fólki. Og þetta er algjörlega ólíðandi. Maður bara skilur þetta ekki en ég held að við vitum öll að við getum ekki tekið þetta verkefni eins og kom fram hér áðan með að hvernig var staðið við það að hendi ríkisins gagnvart okkur síðast. En hvernig við eigum að þrýsta meira á þetta, það er alltaf verið að tala um svona hagsmunagæslu. Við kjósum hér fólk á þing fyrir okkur og mér finnst að það er að vera miklu, miklu sterkara fyrir okkar hönd í þessari gæslu. Það á að virka sem eitt lið fyrir okkar kjördæmi þegar að kemur að því að vinna málum hér en ekki sikkur í flokkanir. Því að það er bara nauðsynlegt fyrir okkur að hafa þetta fólk sterkt fyrir okkur þarna fyrir sunnan. Og ég veit ekkert hvernig við förum að því að búa til þetta lið fyrir okkur í þingmönnum en mér finnst þetta bara nauðsynlegt til þess að við komum málum einhvern veginn hraðar áfram. Og ég held að við þurfum bara að taka þetta upp með okkar þingmönnum hvernig við búum þetta til. Því að ég held að við verðum miklu sterkari með þá þingmennina öfluga í okkar liði. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson, lokið máli sinni, orðið er laust. Ég ætla að vera að fá stöðum að taka við stjórnarnir og gefa mér orðið. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hallbjörg Hreinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að þakka fyrir lífilegar umræður hérna og margt sem kemur upp í hugan þegar maður hlustar á ykkur og einmitt með Akureyrarmódel, bara svo með ég mann að ástæða þess og bæjarfulltrúi Hilda nefndi það
að munin á Norðurlöndunum og okkur, það er bara skipting fjármuna og þegar við tókum þetta verkefni á okkur sem var svona tilraunaverkefni á sínu tíma, þá var þetta bara gert upp á hverju ári og núllrekstur, ekkert mál. Síðan kemur eitthvað babb í bátinn og ríkið hættir að borga og við sitjum uppi með reikningin. Og það er auðvitað vandinn. Það er bara skipting á milli tekjustofna, þarf við að fylgja verkefnum og endur hugsa allt kerfið ef við að fara að taka stærri hluta sem ég held alveg að við ættum að gera, en þá þarf að koma til miklu stærri kerfisbreyting. En nóg það og ég ætlaði nú bara að koma hérna upp og lesa upp tillögu að bókun sem hljóðar svo með leyfi forseta. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar óskar eftir uppfærði skriflegri stöðu frá viðeigandi ráðuneytum og stofnunum ríkisins helstu ríkisverkefni á Akureyri. Þar á meðal hjúkrunarheimili við Þursaholt, stækkun sjúkrahússins á Akureyri, Kristnesspítala, uppbyggingu heilsugæslu, stækkun verkmenntaskólans á Akureyri og áframhaldandi uppbyggingu Akureyrarvallar. Óskað er eftir upplýsingum stöðu hönnunar, útboða, fjármögnunar, tímaáætlana, næstu ákvarðanir og formlegt samráð við Akureyrarbæ. Takk fyrir það. Orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóð sem geta samþykkt bókunina, ekki rétt upp hönd. Það eru öll